guðspjalls, þá segir í 17. versi, en hann svaraði þeim, þetta eru orðaskipti á milli Jesú Krists og leiðtoga gyðinga. Hann segir, Faðir minn starfa til þessara stundar og ég starfa einnig. Sjáum við tvær persónur þarna? Það er Faðirinn og það er Sonurinn. Nú sóttu gyðingar enn fastar að taka hann af lífi þar sem að braut ekki aðeins hvíldardaginn, segir, vegna þess að hann hafði læknað mann á hvíldardegi. Og þá vildu menn taka frelsarn okkar af lífi fyrir það að gera einhverjum bækluðum gott og reisa hann upp til fullrar heilsu. Svo að þeir ætla að taka hann af lífi líka fyrir það að hann kallaði Guð föður sinn og gerði þannig sjálfa sig Guði jafnan. Þetta gat Jesús gert því að hann er Guð ekkert síður en Guð Faðirinn. Og þetta er grundvallarkenning í mótmælenda trú kristinna manna. Að Faðirinn er Guð, Sonurinn er Guð og heilagur andi er Guð. Þannig er talað einn Guð af því að eining þeirra er algjör, fullkomin. En þetta eru þrjár persónur. Nú segir í 19. versi, þessu svaraði Jesús og sagði mér þá sannlega, sannlega segi ég yður, ekkert getur sonurinn gjört á sjálfu sér nema það sem hann sér föðurinn gjöra. Fyrir hvað sem hann gjörir, það gjörir sonurinn einnig. Sjáu þið eininguna? Fullkomin eining. Þess vegna er talað einn Guð. Og við höldum áfram í 21. versi þarna í 5. kaflanum. Eins og Faðirinn vekur upp dauða og lífgar, þannig lífgar og sonur þá sem hann vill. Enda dæmir Faðirinn engan, heldur hefur hann falið syninum allan dóm. Sjáu það hérna svart og hvítu? Við teljum oft kristið fólk jafnvel að Guð Gamla testamentisins er svo harður og eru þá að tala föðurinn að þeir halda. En hér segir Jesús sjálfur að Faðirinn dæmir engan. Hann hefur falið syninum allan dóm. Sjáu hvað Guð elskulegur, kærleiksríkur og góður gagnvart okkur, vesalur syndurum. Allur guðdómur vill endilega hafa okkur hjá sér alla eilífð. Svo að ég vil að taka eftir í vinir, Guð Faðirinn er mildur og ljúfur og góður ekkert síður en undursamlegur frelsarinn okkar Jesús Kristur. Og svo segir svo að allir heiðri soninn eins og þeir heiðra föðurinn. Sá sem heiðrar ekki soninn, heiðrar ekki föðurinn sem sendi hann. Sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem heyrir orð mitt og trúir þeim sendi mig. Og nú er hann að tala föðurinn sem sendi hann. Hann hefur eilíft líf og kemur ekki til dóms. Heldur er að stiginn yfir frá dauðanum til lífsins. Við höldum áfram. Förum yfir í Hebreabréfið, aftarlega í Nýja testamentinu. Þar í 1. kafla í byrjun segir, Guð talaði fyrir oft sinnis með mörgu móti til feðranna fyrir munn spámannanna. En nú, í lok þessara daga, hefur hann tilvoru talað í syni sínum sem hann setti erfingja allra hluta. Fyrir hann hefur hann líka heimana gjört. Mér finnst það alveg stórkostlegt út af fyrir sig að þarna í þessu síðustu orðasegi las að fyrir hann, það sé fyrir Jesú, hefur hann skapað heimana. Svo það eru fleiri veraldir en hér. Jæja, við höldum áfram í 3. versi. Hann sem er ljómi dýrðar hans og ímynd veru hans og ber allt með orði máttar síns, hreinsaði oss af syndum vorum og settist til hægri handar hátigninni á hæðin. Sjáu því, Jesús, eftir að hafa friðþægt fyrir syndir okkar, mannana, að þá, ég hafa tekinn á lífi, en hann reisi frá dauðum og síðan steig hann upp til himins og hvað? Settist til hægri handar hátigninni á himnum. Þannig eru tveir aðilar guðdómsins komnir í ljós. Sonurinn settist í hásæti við hliðina á föðurnum. Svo mér finnst þetta svo stórkostlegt efni, ég mátti til með að deila þessu með ykkur hér í dag. Við höldum áfram í 1. kafla og nú er það 5. versin. Því við hvernum englunum hefur hann nokkru sinni sagt, þú ert sonur minn, í dag hef ég fætt þig, eða
Ég vil vera honum faðir og hann skal vera mér sonur. Þarna faðirinn að, sem sagt, hann hefur sagt þetta einhvern tíma langt aftur í fortíðinni, jafnvel áður en þessi heimur var skapaður. Þá lagði Guðdómurinn fram áform ef að maðurinn myndi synga og það með brjóta gegn stjórnarskrá Guðs ríkis sem eru boðorðin 10 og þeir myndu þess vegna vera dæmdir til dauða sjálfkrafa fyrir synd sína, þá vildi Guðdómurinn innleiða áform þeim til bjargar þrátt fyrir allt. Er þetta ekki stórkostlegt? Og þá það einhvern tímann í fortíðina, þá segir faðirinn, nú þeir að skipta verkum. Þú verður sonur minn. Í dag hef ég fætt þig, þar að segja, jafnvel áður Kristur fættist, að þá var búið að ákveða að hann myndi gerast sonur, manns sonur, fæðast inn í heiminn og friðþægja fyrir syndir okkar því að Jesús var syndlaus og það varð að vera einhver jafn rétthár lögum Guðs. Boðorðin 10, stjórnarskrá Guðs ríkis sem myndi láta lífið þegar blóði hans yrði úthellt á Golgata, að þá myndi hver og einn sem myndi meðtaka þessa fórn sér til handa frelsast að eilífu. Svo segir þarna að hann myndi leiða hinn frumgetna inn í heimsbyggðina. Jesús var til áður en að hann fæddist inn þennan heim. En ég ætla ekki að fara út í það og sálma náið, við ætlum að dvelja við föðurinn meira. Svo segir faðirinn í 8. versi, en soninn, hásæti þitt, ó Guð, aldir alda og sproti réttvísinnar sproti ríkis þíns. Þú hefur elskað réttlæti og hata ranglæti, því hefur Guð, þinn Guð, smurti gleðinnar olíu fram yfir þína jafningja. Hér Guð faðirinn að ávarpa soninn sem Guð. Amen. Takið eftir því. Amen. Þetta alveg stórkostlegt að lesa Biblíuna og meðtaka boðskapinn eins og hann skráður. Biblían ekki eitthvað skrudda. Þetta bók Guðs, kærleiksbréf Drottins til okkar mannana. Og það svo margt að læra og fræðast Okkur tjáð mér að segja að við munum vera alla eilífð að kynnast Guðdóminum og öllum þeim undursamlegu verkum sem Guðdómurinn, ýmist ein persónar af þessu 3 hverju sinni, eða þá sameiginlega að gjöra fyrir allt sköpunarverki, hvort heldur á meðal okkar eða í öðrum veröldum. Því að það sem að Biblían boðar, Guð skapaði aðra heima einnig. Við lásum það áðan. Og sjáu þið bara hér að einhver sem Guð ávarpa á soninn og segir hann Guð. Svo við höldum áfram. Í versi 44 í 5. kafla Mattheusar segir, en ég segi yður, þetta Kristur, elskið óvini yðar og biðjið fyrir þeim og ofsækja yður, svo að þér reynist börn föður yðar á himnum. Lætur sól sína renna upp yfir vonda sig góða og rigna yfir réttláta sig rangláta, verið þið fullkomnir eins og faðir yðar himneskur fullkomin. Og þið segir, hvernig óskopnir getum við verið fullkomin? Látið Guð það. Hann mun gjöra okkur fullkomin einhvern tíma þegar að því kemur. En tókuð eftir því að það faðirinn á himnum sem lætur rigna yfir vonda sem góða, yfir rangláta sem réttláta. Það Guð faðirinn sem elskar þetta mikið, hvert og eitt okkar. Svo eru mennirnir sí og æ að tala það hvað Guð Gamla testamentisins og þeir halda að það sé faðirinn, að hann sé svo harður, dómharður, ranglátur, en elsku Jesús sem kynntur í Nýja testamentinu. Og það hann. Að hann sé svo mikið betri. Við erum að gera öllum meðlimum Guðdómsins. Takk eftir því að ég legg áherslu á það. Við erum að gera öllum persónum Guðdómsins jafnt undir höfði. Og
það bíður okkar að verða yfirlýst fullkomin þrátt fyrir allt. Og hver sem fortíð þín kann að vera, að þá stendur þér til boða eilíft réttlæti og líf hjá Guði alla eilífð. Þá verða engir sjúkdómar, engin þjáning, engin dauði. Og vitið það, vinir, ég leyfi mér að hlakka til. Þetta snýst allt hjálpræðis áformið.